Árni Björn Pálsson, þú ert sigurvegari í einstaklingskeppninni í meistaradeildinni 2021. Þú ert ekki að vinna í fyrsta skipti og ég ætla að óska til hamingju, en þetta er ekki fyrsta skipti sem þú vinnur. Já, takk fyrir, nei. Þetta er í 5. skipti sem ég hef náð að landa heildarstigakefninni og Það er met, með ekki? Jú, það er met. Já, þetta er náttúrulega eitthvað sem maður stefnir að alltaf, að reyna að hámarka sín árangur og ég held að allir sem eru að taka þátt í meistaradeildinni eru að stefna á sigur, skilurðu, og það eru persónulegi sigrar á leiðinni, skilurðu, litli sigrar og ég meina maður vinnur ekkert alltaf. Ég vann töltið en ég vann enga aðra grein, en ég náði samt fullt af svona persónulegum sigurum, skilurðu, svona max árangri með vissa hesta á vissum tímapunkti. Þú varst í úrslitum ekki í öllum greinum deildarinnar? Jú, ég held það. Ég held að það sé rétt, já. Það er gott að vannst þennan grein því að annars hefur rotið blaði í sögu meistaradeildarinnar. Sigurvegarana deildin hefur alltaf unnið að minnsta kosti eina grein. Já, akkurat, og það hefur náttúrulega verið ekki eins sætur sigur að landa ekki gull í einhverju, en það mun gerast einhver tíman, af því að þetta er á heildina litið langklaup og já. Orðið svo jafnt. Já. Þetta er gríðilega hörð keppni og virkilega sterkir hestar. Það sást oft háar einkunnir og stundum er kvartað yfir einkunnagjöf. Finnst þér stundum að þú fáir of lágt eða að þú fáir jafnvel ofgefið? Hefur það stundum á tilfinningunni? Það er svolítið erfitt að átta sig á því svona þegar maður maður sér ekki sjálfan sig, sko. Og þetta er kannski stundum aðeins öðruvísi upplifun að sita á hestunum eða horfa á hann. Stundum hefur maður rétt fyrir sér og stundum ekki og ég vil meina það bara að það séu allir að reyna að gera sitt besta í þessari meistaradeild og bara í keppni yfir höfuð. Það eru talin dómara og keppendur. Ég held að það séu allir dómarar að reyna að standa sig eins mjög vel og hægt er, sko. Nú finnst þér gaman að keppa í meistaradeildinni? Nú er svona mikill alvarleiki alltaf yfir til dæmis verðlaunaafhendingu og knapar mjög alvarlegir svona. Finnst ykkur gaman að keppa í meistaradeildinni eða er þetta bara atvinnan? Já, það er rosalega gaman að keppa í þessu en sko alvarleikin er náttúrulega pínu game face, skilur, ég er ekki eins á keppnistegi eins og ég er daginn eftir keppni eða skilur, maður verður að setja sig í ákveðin gír og svona vera einbeittur og ekki hleypa utan að koma til orku að þér, skilur, og það bara hefur virkað fyrir mig. Einhverjir hafa móðgast að því og ég bara bið þá afsökunar á því að vera Kvittandi þetta, það er ekki engi fimmura réttur í móti á honum. Nei, ég er frekar einrætt svona á keppnistegi og svona hef búið mig til taktíka að vera einbeittur og það hefur virkað fyrir mig. Og hvernig svona undirbýrðu hestana, er það mjög einstaklingsbundið hvað hver og einn hestur fær í undirbúningi hjá þér? Já, það er það, sko. Þetta er það sem ég klikkaði pínlítið á í fyrra sumar, að ég var bara svo upptekinn við að vinna að ég keppti rosalega lítið, þannig að ég var ekki með svona kannski nógu reynslu mikla hesta þú veist, ég var með hesta sem hefðu keppt en kannski langt síðan og svona mig vantaði aðeins að vera búin að slípa ákveðna hluti til og þannig að sko já. Hvernig leið þér í kvöld í brautinni? Okkur fannst svona að horfa á því í forkeppninni að þú værir að ríða svona frekar örugt og aðeins varlega og þú tækir meiri sjansa í úrslitunum. Var það rétt metið? Við köllum eftir því. Já, ég var náttúrulega bara reið eins og kettling í forkeppninni. Það er ekki, þetta mátt ekki segja á mig. Þú reist. Nei, við skiljum þetta. Ég var einhvern veginn ekki alveg með í verkefninu, en svo kemur það í ljós að það var steinn í hópnum á honum að aftan. Hvað segirðu? Þegar ég kom út af vellinum og þetta var ekki alveg svona eins og þetta átt að vera, hann kom mér svolítið óvart, en ég var heldur ekki alveg svona í gír sjálfur. Nei, ekki alveg orðin beittur. Já, einhvern veginn, ég var aðeins stressaður, það er langt síðan ég keppt á honum. Það var sko
2018. Þetta er einstakur hestur, bara, Hvað Já. veldur því? Á hverju er hesturinn ekki tekinn ofta fram? sko hann var sýndur í kynbótadómi 2019, 2020 var hann í hrissum og ekkert gert og já, það er nú bara ástæðan. Nú til öðrum tölturum líka? Heilbriður og Já, já, já. alltaf sterkur og í lagi, þannig að það er ekki títi fyrirstöðu sko. Kannski maður bara með þetta ómikið inn í bómull. Er Ljúfur frá Torfunesi, er tölt hans sterkasta? Ég er alveg samfæður að geti farið mjög góðan fjórgang ef maður myndi stillaði þannig upp sko. Ég bara þurfti ekki af því að halda það síðustu ára því ég var með flaum frá Sólvangi og ég er svolítið fyrir það að vera svona einbeita mér að einum hesti í hverja grein en hérna já, ég held að hann geti gert frábæran fjórgang líka sko, því hann er með mjög gott hægt stökk og brokk og fetir alveg í góðu lagi sko. Hvað er stemt með hann í sumar? Það er svona óljóst sko, það er ekkert hérna, bara aftur í bómulinn, nei ég veit það ekki, ég bara kannski eitt móti eða eitthvað, hver veit? Já. Hvað er, Gaman að sjá hann allavega, verið gaman að sjá hann oftar í þessu. Já, þetta er alveg einstakur höfðingi og ljúflingur og svona þjáll, en samt Sjálfbjargandi. viljur og kraftmikill og svona einhvern veginn, já, hann er bara í einstöku uppáhaldi hjá mér og okkur. hvað stóð svona upp úr hjá þér í vetur, eða svona eftir þennan meistaradeilda vetur? Hver eru svona kannski hæstu hæðirnar og lægstu lægðirnar? Já, það eru hérna, ég myndi náttúrulega segja sko Sigurinn í töltinu, hann náttúrulega stendur upp úr, engin spurning og svo náttúrulega var frábært að geta verið með hrissu eins og Kötlu í 5-gang og hérna slagtumatölti. Mér fannst hún standa þess alveg ótrúlega vel og til dæmis í slagtumatöltinu sem er grein sem hún hefur aldrei keppt í og hún hefur aldrei komið hingað í keppni áður eða bara einstök hrissa og hérna ofsalega þakklátur fyrir að hafa geta leitað í hana. Eitthvað svona sem þú hefðir vilja gera betur? Eitthvað Gera öðruvísi eftir á. Já. Maður getur náttúrulega alltaf gert betur í öllu sko, en ég veit ekki alveg hvað ég ætti að draga eitthvað eitt út Nei. í þeim efnum. Hvernig svona framöndan, hvað er að gerast hjá þér næstu vikur og mánuði? Nú er náttúrulega stutt í vorsýningar og það er náttúrulega aðal vinnan hjá okkur, það er kynbótasýningar og bara, já, það er sumari á næsta leiti og bara fjör. Þannig að þú bara vaknar á morgun og heldur áfram þínu starfi? Já, maður er samt að gefa sér smá rými að gleðjast pínulítið, Já, það ekki. þó að séu mörg verkefni á dagskrá. Hvað gerir Árni Björn þegar hann gerir sér glæðan dag? Það sé steik. Já, alveg svarta. Kálsvarta, Já. steikta í gegn. Já, alveg í gegn. Og helst Tómasson sem er Já. Nei, það er eitthvað einfalt bara, ég er ekkert flókin í þeim málum. Akkurat. Þakka að kærlega fyrir spjallið Árni Björn og enn og eftir til hamingju með hana sigur og bara vegna þér áfram vel. Takk hérlega fyrir.